Hvernig kemur það til að þú ákveður að taka þennan slag aftur? Já, það alveg eðlilegt að spyrja því að það var ekki eitthvað sem ég hafi verið nokkuð tíman að velta fyrir mér eftir síðasta framboð. Ég var þeirra gæfu aðnjótandi að fara í ákaflega skemmtilegt starf sem ég hef verið í síðustu 6 ár í kjölfar síðasta framboðs og var bara mjög ánægð í því og var að sinna í rauninu öllu því sem ég brann fyrir og bauð mig fram fyrir síðast. En mér einfaldlega í stuttumáli alls ekki sama framtíð þessara þjóðar. Ég móðir, ég á 22 ára og 20 ára gömul börn og ég tala mikið við þau það framtíð sem bíður þeirra og þau vilja bæði kjósa að koma aftur heim til Íslands eins og ég hef alltaf gert. Ég hef ítrekkað farið til náms eða starfa erlendis en hef alltaf vilja koma aftur heima því þetta samfélag sterkt, sterkt, samheldið, skapandi, bara frábært í alla staði en ég sá kannski og heyri hjá þeim og þeirra kynslóð svona ýmis merki þess að við þurfum að hafa vökult auga til að svo verði áfram. Og þá ég kannski að vísa í að ég upplifi það dálítið að við séum að tosa í sundur í mörgum stórum málum sem varða framtíðina og skipta sköpum fyrir næstu kynslóð og hversu gott verður að búa í okkar samfélagi áfram. Já. Og ég telji og langi til að leggjast í árar eins og sjómenn segja yfirleitt, frekar hann að leggjast á árar, leggjast í árar að gera eitthvað í því. Því að ég held að þjóð eigi aldrei eftir að nýta þau tækifæri sem blasa við en takist okkur að koma svolítið upp úr skurðunum sem við höfum verið að grafa, byggja brýr á milli hópa og kynslóða og taka alvöru samtal og samstarf þá framtíð sem að ég tel að hér sé vel hægt að hlúa að þá býði Íslands ekkert nema alveg ótrúlega björt framtíð. Já, og þetta hvetur mig eiginlega til þess að stíga fram, eiginlega bara fyrir næstu kynslóð. Mér myndi langa til þess að við ættum samtali í þessu samfélagi samfélagsþjónustu. Að unga fólki okkar að þegar við styttum framhaldsskólan þá margt sem bendir til þess að það hafi ekki endilega verið góð ákvörðun, það hafi aukið álag og stress og jafnvel minnkað námsgetu sem að reyndar aukinn samfélagsmiðlanótkun virðist vera að gera. Við lesum minna, erum minna úti, við erum að unga fólki okkar að standa sig verið í skóla en þau hafa ef við myndum gefa ungu fólki kost á að taka árs samfélagsþjónustu að loknu menntaskóla áður en það fer í háskóla, vinna með eldri borgurum, vinna með unga fólkin okkar, vinna út í náttúrunni, vinna einhverja samfélagsþjónustu, pikka rusl, hvað sem að það veri vinna bara vinna í samfélaginu og þá held ég að það myndi bæði hjálpa unga fólkin okkar að finna tilgang og tengingu við sitt samfélag. Það líklega ekkert mikilvægra fyrir okkur heldur en að gera gagn og láta gott á okkur leiða. Við þurfum öll á því að halda og það myndi líklega hjálpa þeim að finna sér farveg betur. Ég held að við höfum svolítið verið að beina unga fólkinu okkar öllum í sama farveg, gleymdum í áratugum að iðnnám skipti máli. Ég píparadóttir, þetta voru bara summa bestu störfunum og virðingaverð störf í minni æsku en svo koma áratugir og ég tók virkan þátt í að byggja upp háskólann í Reykjavík þannig að ég verði að axla mína ábyrgð á þessu að við förum að íta svona mikið undir háskólamenntun en það þurfti ekki að koma á kostnað til dæmis iðnmenntunar sem hendar mörgum afskaplega vel og ég held að það sé búið að vera ákveð átaki því sem þannig að það sé betra núna. Við erum bara uppgötuð aftur núna hvað iðngreinar eru mikilvægar. Hvað eru mikilvægar og algjörlega og svo við þurftum að flytja inn vinnuaflinn í margar iðngreinar og við sáum verri gæði og ég held að við höfum að mörguleiti byrjað að sjá ákveðin vanda í kringum drengi í tengslum við að við minnkuðum áherslum á þetta. Þannig að ég held að sé bara svo mörg mál sem að við gætum kannski lyft upp með því að ræða mál eins og samfélagsþjónustu. Ég vona að verði aldrei her á Íslandi og aldrei herskylda, en herskylda gerir eitthvað ákveði fyrir ungt fólk í sumum löndum sem gera það. Ég myndi vilja að Ísland myndi hugsa að velja samfélagsþjónustu sem valkost fyrir ungt fólk og í rauninni hjálpa ungu fólki þar með að finna sig og finna tilgang og finna hvað þeim líkar við og tengja við náttúrun og vera úti og gera einhverja hluti sem að skipti það máli og þetta er mjög áhugaverð hugmynd.